Sveppir eru lífverur sem eru hvorki dýr né plöntur, heldur tilheyra sínu eigin ríki, svepparíki. Þeir voru lengi vel flokkaðir með plöntum, en þar sem að sveppir eru ófrumbjarga, geta ekki búið til sína eigin fæðu sjálfur með ljóstillífun, heldur þurfa að borða aðrar lífverur eða afurðir annarra lífvera, þá eru þeir ófrumbjarga en ekki frumbjarga eins og plöntur. Sveppir eru rosalega mismunandi. Það eru til 65.000 tegundir sveppa. Sumir eru pínulitlir, eru bara ein fruma hver sveppur, eins og til dæmis gersveppir, á meðan aðrir eru svo stórir að stærsta lífvera sem að menn telja sér til er sveppur sem er undir stærstum hluta á Hollandi og Belgíu. Þannig að þið sjáum að munurinn er gríðarlegur. En það er svolítið erfitt átt að sjá hvað er einn sveppur og hvað eru tveir skildir sveppir. Sveppir eru nefnilega almennt ekki til dæmis það sem kemur upp úr jörðinni. Það er ekki lífveran sveppur. Það er bara pínlítill partur af henni. Það er í raun meira eins og blóm á plöntu. Því að sveppurinn, hatturinn sem kemur upp, hann er bara til þess að dreifa gróum, sem er það sem sveppir nota til þess að fjölga sér. Það er nefnilega þannig að lífveran sveppur er þráðakerfi ofan í jörðinni eða þar sem að sveppurinn lifir og getur orðið gríðarlega stórt. Mygla til dæmis er dæmi svepp, þar sjáum við þessa þræði. Ef að myglan fer að vaxa nógu lengi, þá fara að myndast þræðir sem við sjáum. Síðan fer að myndast eitthvað svart á myglunni, þá er hún orðin hættuleg. Það eru gróin. Og það er allt í lagi að borða myglu þangað til hún er orðin svört. Þá er farið að myndast í henni eitur. En sveppir lifa sem sníkjudýr og rotverur, eru mjög mikilvægir í vistkerfinu því að þeir hjálpa til við að brjóta niður líkama lífvera sem að deyja. Hvort sem við erum að tala dýr eða plöntur, þetta gera þeir ásamt bakteríum sem eru, sveppir og bakteríur eru virkustu rotverurnar.